hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Já, það eiginlega svona fréttir dagsins meðal annars þær að Donald Trump, fastagestur hér í öllum fréttum, hér svo annars þar heimum. Hann að ferðalagi í Miðausturlöndum, Arabalöndunum, var í Sádi-Arabíu og kom til Katar. Aðeins að heyra í Hilmari Þór Hilmarsinni, prófessor á Akureyri, þessa ferð. Hilmar, þú heyrir í mér eða ekki? Jú, heyrir mjög vel í þér. Já, hvað ætlar Donald Trump að fá út úr þessari ferð? Já, ég meina þetta er ekki fyrsta stóra opinbera heimsókn sem að fer í eftir á seinna kjörtímabilið sem forseti. Og það er alveg, eins og við höfum talað um í fyrir þáttum, þá er heimurinn að breytast þannig að Evrópa er ekki lengur eins mikilvæg sem hún var og aðalega svæði núna er Asía, Austur-Asía, Kína, svo líka Miðausturlönd mjög mikilvæg. Fer hann í þessa fyrstu ferð. Hann byrjar í Sádi-Arabíu, svo byrjar hann í Katar núna og svo fer hann til Sameinuðu arabísku furstadæmanna, United Arab Emirates, og markmiðið hlýtur að vera það bara að reyna að ná stöðuleika og betri samskiptum í Miðausturlöndum sem skiptir mjög miklu máli fyrir Bandaríkin. Svo ekki að tala um að aflétta viðskiptaþvingunum af Sýrlandi. Það vekur athygli eftir því sem ég best veit, hann er ekki til Ísrael. Og auðvitað vildi Donald Trump ná eðlilegu samskipti við milli Sádi-Arabíu og Ísrael. En það hefur hins vegar ekki gengið vel út af átakunum á Gazasvæðinu. Þeir voru að veggja og það var gert þegar Biden var það að vera að tala um India, Middle East, Europe Corridor sem átti að vera bara þvert yfir frá Indlandi, þvert yfir í Sádi-Arabíu og yfir til Ísrael, enda í Haifa í Ísrael. Það átti að koma á stað viðskipti milli Ísrael og Sádi-Arabíu og ná eðlilegum samskiptum milli Sádi-Arabíu og Ísrael. Það sem hann að gera, hann vill stöðuleika í þessum heimshluta. Ísrael talar um að fara og sprengja í loftu kjarnorku, allt sem tengist kjarnorkuvopna uppbyggingu í Íran. Hann að reyna að ná þessu stöðuleika og svo sama tíma hann að reyna að semja við Íran. Eins og þú veist, að vera að semja við Íran það að hvernig við eigi að fara, koma í veg fyrir að þeir eignist kjarnorkuvopn sem orðið ógn nágrannaríki. Það er sem hann er að gera, þannig að ferðin er alveg eðlileg og svo líka það að Kínverjar hafa verið að hasla sig völlarni í meira mæli heldur en áður var og til dæmis það er töluvert síðan að Kínverjar náðu að leiða Amman í Íran og Sádi-Arabíu til að ræða saman því það hefur verið slæmt sambandum með þessar ríkja, þessar stærstu ríkja sittkorum yfir Persaflóan. Þannig að það er hann er örugglega að styrkja stöðu Bandaríkjanna gagnvart þessum löndum og þessum heimshluta og þarna verður í Persaflóanu gríðarlega mikil stórveldasamkeppni vegna olíu og þetta er svona svæði númer 2 sem áhuga svæði Bandaríkjanna. Svæði númer 3 er Evrópa en náttúrulega mikilvægasta er Kína í dag. En það er alveg eðlilegt að hann fari í þessa ferð. Það vekur athygli að hann skuli ekki fara til Ísrael í þessari ferð sem best veit og Katar er mjög áhugavert land. Þetta er land upp á 3 milljónum manna, ríkisborgarar land og svona álíka fjölmennur á Íslandi. Og hann í Katar núna og hann hefur áður ásakað Katar fyrir rafmagnar hryðjuverkahópa. Þá hlýtur hann að eiga meðal hans við Hamas. Og Katar þetta er lítið land, 300.000 eru ríkisborgarar, hitt eru bara farandverkamenn sem koma þarna, sem hafa ekki mikið rétt. Þetta er óbáslega ríkt land og hefur spilað mikið hlutverk í að semja, komið að samningum út allt. Þeir eru með góð samskipti við Rússa, þeir eru með góð samskipti við Kínverja og þeir eru með góð samskipti við Bandaríkin, frekar núna. Þannig að vekur athygli að þetta er svona litla land að það ná að spila mikið hlutverk í heiminum þó að fólk sem telst vera frá Katar er bara álíka fjöldi á Íslandi. En hver er munurinn á markmiðum Kínverja og Bandaríkjamanna í þessum heimshluta? Þurfa löndin að velja hvort þeir ætli að fara eiga vinsamleg samskipti við Kína eða Bandaríkin eða geta þau átt vinsamleg samskipti við bæði stórveldin? Ég held að með Sádi-Arabíu er olíuríki
og þeir þurfa að eiga góða samskipti, mjög stór hátt hlutfall af olíu sem eru með kemur frá Sádi-Arabíu. Þannig að Kínverjar eru mjög háðir Sádi-Arabíu með olíu og sama Bandaríkin, það skiptir líka máli fyrir Bandaríkin. Þannig að Sádarnir þeir tala við Rússa, þeir tala við Kína, þeir tala við Bandaríkin. Og auðvitað hlýtur þetta að vera að Donald Trump er að reyna að styrkja samskipti sín við Sádi-Arabíu og þegar það vekur athygli að þegar Biden kom til Sádi-Arabíu þá fékk hann ekki sömu viðhöfn eins og Donald Trump fær. Donald Trump fær betri móttökur í Sádi-Arabíu. Með Katar þá spila þeir í allar áttir við með Íran, þá Íran í miklum samskiptum við Rússland, sendi mikið af vopnum út á Úkraínu, drónum miklum og þeir eru líka í góðum samskiptum við Kína og hluti af belt og braut. Þannig að þessi lönd eru öll þannig að þau eru í samskiptum við öll stórveldin einhverju leyti. Þau eru ekki í þeirri stöðu að þurfa bara að velja eitt stórveldi og þau bara ráða yfir auðlindir. Katar er aðallega í gasi. Það eru gasauðlindir sem eru á milli í Persaflónum, á milli Katar og Íran sem eru mjög mikilvægar. Og menn vilja komast í. Þannig að Katar hefur sterka stöðu. Svo vekur það líka athygli að Katar er með bandarískan her í landinu. Ég var ekki fyrir löngu síðan. Þeir eru með bandarískan flug her í landinu. Og að því Katar er á milli, pínulítið land, er á milli Sádi-Arabíu og Íran, að þá skiptir þá miklu máli að hafa bandamann sem er öflugur og það eru Bandaríkin sem tryggja öryggi Katar og við vitum til dæmis að núna er Katar að fara í það að gefa Donald Trump þotu sem á að vera Air Force One. Það er sérkennilegt að ekki sé að gefa slíka gjöf til landsins og Bandaríkjanna. Að það er greinlegt að Katar vill tryggja sig gagnvart Bandaríkjunum að þessi flugher og þessi herstöðar sem eru frá Bandaríkjunum í Katar eru mjög mikilvægar fyrir þá. Þannig að þeir eru auðvitað Katar er á milli Sádi-Arabíu og Íran og eru örugglega óttast um sinn hag þarna. Nú á sama tíma og Trump er þarna þá er í gangi þjóðarmorð Ísrael á Gaza og er bara harðna á síðustu dögum eða eitthvað er. Truflar það ekki samskipti Bandaríkjanna við Arabaþjóðirnar því að það vita allir að Bandaríkin eru helstu bandamaður eða bakhjarl Ísrael og Ísrael gæti ekki að hegða sér eins og það gerir nema með stuðningi Bandaríkjanna? Já, jú, það gerir það vegna þess að Bandaríkin voru að leggja áherslu á það sem er kallað India, Middle East, Europe Corridor, það sem Ísrael sem átt að vera með í þeim pakka, sem átt að vera flutningaleið frá alla leiðir frá Indlandi með sjó, gegnum yfir Sádi-Arabíu, ég held líka gegnum Sameinuðu arabísku furstadæmin, og svo enda í Haifa, hafnarborginni í Ísrael og svo til Evrópu. Þetta var mjög mikið verkefni sem Netanyahu lagði mikla áherslu á og þetta var hluti í því að gera samskipti milli Ísrael og Arabaríkjanna eðlileg. Þannig að miklu viðskiptahagsmunir, mikilvæga flutningaleiðir, það var sem var hugmyndin hjá Bandaríkjanna. Biden, forseti lagði mjög mikla áherslu á þetta, að þetta verkefni myndi verða að veruleika og lagði meðal annars áherslu á þetta á G20-fundi í Indlandi og þetta gerði Netanyahu líka og svo Sádi-Arabía og Sameinuðu arabísku furstadæmi. Þetta var eitthvað sem átti að gerast en vegna átakanna á Gazasvæðinu þá er þetta verkefni lagst af og þannig að svona viðskiptaleg efnahagsleg samskipti og pólitísk samskipti milli þessara landa og þess sem Bandaríkin vildu ná að normalisera þetta að koma að eðlilegum samskiptum, það er ekki lengur til staðar og mér hefur samt aldrei fundið stuðningur Sádi-Arabíu og þessara landa nákvæmlega við fólki á Gazasvæðinu vera mjög sterk en allavega þessi hugmyndum að vera að koma að eðlilegum samskiptum, það er komið út á borðinu eins og staðan er í dag. Ein af skýringunum sem kom fram á sínum tíma aðgerðir Hamas í október í hittifyrra var það að þeir óttuðust að ef að þessar ráðagerðir gengju eftir að þá myndu þeir gleymast að eilífu þannig að það var eiginlega smá gluggi sem þeir höfðu til þess að búa til nógu mikið róstur til þess að stöðva þessi plön
og að koma Palestínumálinu aftur á borðið í samningum Arabalandana við Bandaríkin. Já, það mjög sérstakt að Bandaríkin og Ísrael og þessi lönd sem þarna eru skuli hafa haldið það að veri hægt að fara í gang með svona verkefni á eðlilegum samskiptum án þess að leysa málefni Palestínumanna, án þess að reyna að gera einhverja alvöru tilraun til þess að mynda sjálfstætt ríki í Palestínu og leysa þeirra mál, og það alveg eðlilegt að þeir hugsið það þannig að þessi að vera að koma eðlilegum samskiptum en vandamál Palestínumanna og þeirra mál séu tekin út fyrir sviga og þeirra sjálfstæði ekki tekið inn. Það engin langvarandi pólitísk lausn á þeirra málum sem myndi bara vera lífseðill á frekari átöku í framtíðinni. Þannig að það mjög skiljanlegt að það skildi hafa verið viðhorfið, en þetta var alltaf það var reynt og þetta var sem Netanyahu lagði mjög miklu áherslu á þetta. Hann flaggaði þessu verkefni alls ekki Sameinuðu þjóðanna sem einhverju gríðarlega miklu verkefni fyrir þetta heimsluta sem að myndi breyta öllum efnahagsmálum til þess betra. En ég alveg sammála því að það ætla sér að gera þetta og það má vel vera að það að segja þessi hryðjuverkaárás inn í Ísrael í október á sínum tíma að hún hafi að hluta til verið af því svona neyðaróp frá Palestínumönnum að þeim ekki gleymt eins og að getum náttúrulega aldrei réttlætt á neinn hátt þessi hryðjuverk og mál sem þarna voru framin. Ég er bara að benda á að það tengist þessari stöðu þar sem að hægt og bítandi var verið að búa til samskipti Arabþjóðanna við Ísrael og þrátt fyrir þá apartheidstefnu sem að þar er stunduð. Ég er veltað fyrir mér, er verið að semja núna í viðræðum Trump við Sádi-Araba og yfirvöld í Katar stöðu Palestínu? Ég held að það sem að maður er að heyra er það að þetta eru miklu viðskiptasamningar sem eru í gangi, vopnakaup, kaupa á Boeing, þetta eru gríðarlega mikið viðskipti og svo sem er að ræða þarna og ég held að þessi lönd þau hafa takmarkaða möguleika til þess að semja Gazasvæðið eða það sem átt við. Það þarf að vera milli Ísrael og fólk sem býr á Gazasvæðinu og svo Vesturbakkanum og með aðkomu Bandaríkjanna gæti verið, en ég held að þessir fundir í Sádi-Arabíu og Sameinuðu arabísku furstadæmunum, þessi lönd leggja örugglega mikla áherslu á að aukin viðskipti og meiri hagsæld og stöðugleiki á þessu svæði kalli á samninga Gazasvæðið og sjálfstætt palestínskt ríki, þó að maður sé erfitt að sjá hvernig það geta gerst. Og svo líka hlýtur að koma að vera mikið rætt þarna stöðuna í Íran. Og Íran og Sádi-Arabía hafa verið fjandmenn, eða það hafa verið slæmt samband á milli, Kínverjar voru farin að færa þau saman. Og eitt sem líka er að Bandaríkjamenn vilja hafa ákveðin stöðugleika, og þau vilja ekki að Sádarnir fái kjarnorkuvopn, og ef að Íranir fá kjarnorkuvopn sem nú verður að reyna að koma vekk fyrir og Ísrael vilja gera með því bara að sprengja í loft upp þessi mannvirki sem tengjast kjarnorkuvopn uppbyggingu í Íran, að þeir tala um það. En ef að Íranir fengju kjarnorkuvopn, þá myndu Sádarnir líka vilja fá kjarnorkuvopn og Egyptaland og svo framvegis. En að Bandaríkin er að reyna að koma á einhverjum stöðuleika og reyna að semja við Íran. Og það sem að ég er nú engin andað til Donald Trump, það sem að sér maður munurinn á Donald Trump og Biden, hann er með svona sem maður myndi kalla active diplomacy, hann er að reyna að semja, hann vill ekki styrjaldir, hann dregur lappirnar að þegar Ísrael er að tala um að sprengja í Íran og hann vill semja Gazasvæði, bara hann er bara ekki með góðar hugmyndir, eins og svo breyta Gazasvæðin í einhvers konar fastegna tækifæri fyrir ríkt fólk eða eitthvað slítið, þetta er alltaf fáránlegar hugmyndir. En hann er alltaf að reyna það og hann leggur mikla áherslu á það að reyna að ná friðsamlegri lausn við Íran núna. En ég er ekki viss að Sádi-Arabía og Sameinuðu arabísku furstadæmin geti haft mjög mikið að segja lausn á Gazasvæðinu. Þetta verður fyrst og fremst að vera milli Ísrael og Palestínumanna og með aðkomu Bandaríkjanna. Ef við förum aðeins svona nokkuð norðar þarna, þar er Istanbúl og þar hefur Donald Trump ítt á það að Zelenský eða fulltrúar Úkraínustjórnar mæti þar fulltrúum Rússlands til þess að semja frið í Úkraínu og það á að gerast á morgun. Það er ekki alveg ljós hverjir mæta fyrir hönd hvers,
kannski ólíklegt að Pútín mæti eða? Já, ég auðvitað getur maður ekki útilokað í þessu máli, en ég held að svona fundur, þannig að var eins og við vitum, það hafa farið viðræður áður fram í Istanbúl og það slitnaði upp úr þeim sem í eitthvað mars-apríl 2022 og það held ég að hafa verið mikil mistök eins og við höfum rætt áður. En ég held að til þess að Pútín fara að mæta þarna, það þarf að vera eitthvað á borðinu sem hægt að ganga frá. Það ber svo mikið á milli aðila núna. Það engin samningsflötur. Maður heyri Zelenski segja að hann mun ekki mæta þarna nema Pútín mæti og svo hefur hann verið í einhverjum fjölmiðlum hann haldi að Pútín sé hræddur við að hitta sig og hann hafði eitthvað sagt við Trump líka að Pútín væri hræddur við Trump og svo framvegis sem mér finnst vera afskaplega fjarstæðukennt. En það sem er bara í þessu máli það að það ekki hvernig myndi samningur geta litið út með þær kröfur sem Rússar gera og svo náttúrulega eins og þú veist að gríðarlega mikill áherslumunur, sko Zelenski, hann vill frið, hann vill vopnahlé í 30 daga og á sama tíma hann að fara til Tékklands og biðja einhverjar milljónir sprengjukúlum eða artilleri, hann að biðja vopn til Úkraína á sama tíma á að fara að semja vopnahlé, þannig að sko Rússar myndi sennilega líta svo á að þeir hafi yfirhönd á vígvellinum, en á sama tíma Zelenski að biðja vopnahlé og þá myndi þeir svo að þetta vopnahlé verið notað til þess að vopna Úkraínu og til þess að þjálfa fleiri hermenn. Þannig að þjónar ekki hagsmunum Rússa eins og ég held að þeir sjáu þetta að fara að semja vopnahlé, þeir vilja friðarsamninga og við friðarsamningum eru sett ströng skilyrði sem ég sé ekkert að Zelenski eða Úkraínumenn sé að fara að sætta sig við. Þannig að ég sé ekki alveg hvernig, sko það engin grundvöllur fyrir þessu við svona aðstæður eins og núna eru. Þegar þú sérð enga mögulega samningsfleti, þá langt líklegast að stríðið haldi áfram. En auðvitað jákvætt að ef þessir aðilar hittast. Ég hef heyrt jafnvel að Lavrov muni fara þarna, það ekki vitað. Það hefur ekkert verið útilokað að Pútín farið þarna, en mér finnst sko ólíklegt að Pútín farið þarna nema að hann haldi að það kom eitthvað út úr þessu fundi sem að gæti bundið enda á þetta og það sem að munurinn á Pútín og Zelenski við vopnahlé og alveg ánskilir það og menna Pútín hann vill friðarsamning, það sem búið að taka tillit til allra atriða sem hann telur að séu mikilvæg fyrir að verði varanlegur eða allavega langtíma friður í þarna og þá snýst deilan ákveðin landsvæði sem hann vil taka eins og við vitum 4 óblast pluss Krímskagan. Hann vill að Úkraína verði hlutlaus, fara aldrei í NATO, hann vill takmarka hvað getur úkraínska hersins til að hafa marga hermenn, hann vill fá tilbaka gjaldeyrisvaraforðann sem hann með og svo framvegis og hann vill örugglega ekki borga Úkraínu neina skaðabætur fyrir það sem gerst hefur þarna í landinu. Þannig að það ber svo mikið á milli, ég get ekki ímyndað mér að þó að samningamenn hittist í Istanbúl sem að ég segja myndi vera jákvætt skref að við séum eitthvað nálægt samningum, ég held að við séum langt frá samningum núna. Engin möguleikar á því að það sé að taka upp þar viðræður sem að voru, sumir segja langt komnar að það voru til svona uppkast að einhverjum samningum vorið 2022. Hefur aðstæðan breyst þannig að það uppkast myndi ekki duga sem umræðu vettvangur, það væri hægt að gera samning svona meir og minna á þeim nótum sem að mikið til það sem að þú taldir upp sem kröfur Pútín og Rússa. Þú lítur svo á að það sé ekki möguleiki á því. Það hefur orðið miklu meira mannfall og meira tjón og Rússar hafa náð undir sig heldur betra meira landi heldur en áður var og ég held að þeirra megin þá telji þeir að það sé bara tímaspursmál hvenær Úkraína lætur af hendi mun meira land heldur en þeir hafa mist núna. Sko, staðan á vígvöllum hefur versnað svo mikið síðan þetta var. Hún var á þessum tíma, mars 2022, þá hafði Úkraína sterkari stöð á vígvöllunum. Þannig að núna Zelenski að fara fram á 30 daga vopnahlé vegna þess að það gæti verið að varnir Úkraínumanna myndu bara bresta hvenær sem er. Já, það gæti verið að metið að þannig þegar maður veit alveg að Rússar vilja gjarnan ná borgir eins og Odessa og Kharkiv, það hefur alveg verið nokkuð vita að þeir hafa vilja að gera það og ég er mig grunar að þeir meti stöðuna þannig að það sé ekki þeirra, þeir eru tilbúin að taka til samningaviðræðum og þú veist náttúrulega að
Donald Trump hefur verið að senda Witkoff, samningamann eða erindreka, til að tala beint við Putin og það hefur ekki leitt til neins. En svo það líka flækir að líka stöðuna að hvernig Evrópa kemur að þessum málum, sko, hún virðist vera miklu minni áhuga á að semja, ekki tilbúin að aflétta viðskiptaþvingunum, vill senda inn NATO-hermenn sem við kalla friðargæsluliða. Þetta gengur ekki. Svo talar Donald Trump að herða viðskiptaþvinganirnar og það gerir Evrópa reyndar líka ef að Putin semji ekki. En eina sem ég veit ekki hvað það ég held að utanríkisviðskipti milli Rússlands og Bandaríkjanna séu sáralitlir í það. Ég hef heyrt tölum svo $3 milljarðar eða eitthvað utanríkisviðskipti milli Bandaríkjanna og Rússlands, það er eitthvað sárilegt, skiptir engu máli. Það eina sem að Trump geti gert, ég sé ekki að Evrópa geti komið neinar alvöru viðskiptaþvinganir á Rússa lengur, það ekkert það að ræða. Það sem að Trump gæti gert, hann gæti sagt að hann ætla að beita Kínverja og Indverja viðskiptaþvingunum. Það segja, hann segir, ef að þið stundið viðskipti við Rússland, þá ég ekki viðskiptum við Indland eða Kína. En það gríðarlega, það geti virkað einhvern veginn. En það væri gríðarlega fórn fyrir Bandaríkin. Þá eru Bandaríkin í proxy war við Rússland. Þá eru komnir í viðskiptastríð við alvarlegt viðskiptastríð við Kínverja sem þeir voru að semja nýlega við, mjög alvarlegt, og svo þeir líka komnir í stríð við Indland. Og fyrir Bandaríkin að vera í stríði við Rússland, Indland og Kína, það kemur ekki til greina. Þannig að auðvitað þeir gætu gert þetta, en það er gríðarlega mikill kostnaður fyrir Bandaríkin af þessu. Ég heldur muni ekki gera þetta. En öðru leyti sé ég ekki hvað þeir getur gert annað til þess að þvinga Rússa til friðarsamninga. Það hafi ekkert mörg spil á hendi. Og þegar Rússar er að hitta Þú ert ekki mennin Trump á hendi. Það er sem þú segja við Trump. Þú ert ekki mennin Trump á hendi. Nei, ég held hann hafi ekkert. Ef það sem hann gæti gert myndi hafa svo miklar afleiðingar fyrir hann sjálfan að það ekki neitt sem að ég sé. Það einhverjar hertari viðskiptaþvinganir. Ef að það hefði verið til einhverjar töfraformúlur í að grípa til harðari viðskiptaþvingana, þá hefði Biden gert það. Og svo náttúrulega líka Evrópa vill ekki létta af neinum þvingunum og þessi von kannski Witkoff og Trumpa, ef að þeir kemur sem samkomulagi, þeir gætu fengið Evrópu og Úkraínum borð til þess að vera með sér í því, það hefur verið óraunhæft. Og þess vegna vill Putin núna tala beina samninga milli Úkraínu og Rússlands og í Istanbul, og það er að vera í Tyrklandi í einhverju hlutverki. Tyrkir eru töluvert reyndir í alþjóðasamskiptum og stórveldi á þessu svæði og liggja á Svartahafinu og geta alveg verið gagnlegir í þessu. En ég held bara að það beri svo mikið á milli. Ég sé ekki hvort að sér þú fyrir þér hvernig samningur gæti hugsanlega litið út núna. Ég meina, ég get ekki ímyndað mér hvernig það væri. Nei, það er ekki vandi að stilla þessu upp, þannig að sko, það ber svo mikið á milli að það eiginlega tómt mál að tala að verði samningur og bara hvetja fólk til þess að búast ekki við því. En þá samt eftir sem áður, þá veltir maður fyrir sér hvers vegna Trump að þrýsta á það að þessi fundur verði haldinn á morgun. Því að ef að markmið hans að koma á friði, og hann lýsti yfir þegar áður en hann var kjörinn forseti, að það taki bara einn dag að koma á friði í Úkraínu, að þá það ekki eitthvað sem að hjálpar honum að setja í gang einhverja mislukkaðar friðarviðræður. Þannig að maður velti fyrir sér að ef fyrst hann gengur svona hart í þessu og rekur Zelenský raunverulega til Istanbul, að það hljóti að vera einhverja leið í gegnum þetta svartnætti. Já, ég bara get ekki, Trump, þú sér hvað hann raunsær. Þegar hann talar það í kosningabaráttunni, hann getur leyst þetta á einum degi. Það eins og hann hafi ekki gert sér grein fyrir því hvað málið flókið. Og staðan hefur versnað svo mikið og Putin hefur margir sagt að því lengur sem stríði stendur, því erfiðara verður að semja. Og svo líka ef að landið á að fara inn í Evrópusambandið, þá var talað það í Istanbul í mars-april 2022, möguleikin að Úkraína fara inn í Evrópusambandið, með alltaf tjón sem hefur orðið í Úkraínu síðan þá og eyðilegging sem hefur orðið þarna og hagkerfið algjörlega í rúst. Það afskaplega stór biti fyrir Evrópusambandið, þannig að það bara orðið miklu verri stað og staðan á vígvellinum hefur versnað mikið. Þannig að ég get ekki séð það hvernig þetta á að ganga, en auðvitað
Sko það væri ekkert gott fyrir Donald Trump sem forseta að Putin myndi alveg valta yfir Úkraínu. Ég held að það er ekki eitthvað sem að Trump vill, en hann vill að viðræður sé í gangi. Það er allavega, ef menn að tala saman, þá er það skárra, en það engin lausn í sjónmáli til skamstíma litið sem ég get ímyndað mér að sé. Ég menn það ber svo mikið á milli og Putin er ekkert í þeirri stöðu að hann telji að hann þurfi að flýta sér í þessu máli. Á meðan það segir það ekki okkur eitthvað. Ef að annar aðilinn sem Zelensky og hans Úkraínumenn vilja vopna hlið 30 daga og meina hinn vill halda stríðina áfram og herða á kröfunum. Það segir manni að annar aðilinn metur að hann sé með slæma stöðu í völlunum og vill vopna hlið og hinn til þess að hafa sterka stöðu og vill taka sér góðan tíma og leysa öll mál samtímis. Og það sem annað er að Putin er alltaf að bæta við kröfum sem að hann lítur á sem non-negotiable, eitthvað sem ekkert að semjum, sem bara kröfur sem eru gerðar. Þannig að það er, og ég sé, sko NATO-aðildin er komin út á borðinu, ég held að bæði varnarmálaráðherra Bandaríkjanna og Donald Trump hafi sagt að það sé út á borðinu og svo er Evrópa einhvern veginn að reyna að komast inn í þetta, hún var dottin út úr þessum viðræðum alveg, reyna að komast inn í þetta með því að tala friðargæsluliða sem er voðalega skrítið, hvernig á að ganga, ég skil það ekki. Það er bara, ég skal alveg játa það er margt í þessu sem maður bara hreinlega skilur ekki, ef maður bara reynir að hugsa þetta rökrétt. Ef þú væri komin með NATO hermenn sem hétu friðargæsluliðar, þá væri Úkraína bara komin inn í NATO og þessir hermenn sem væri frá NATO væri komnir upp að landamæri Rússlands og það er það sem Rússlandi var alltaf verið að tala alveg frá því að Sovétríkin féllu að þeir vilji ekki. En það er eins og Evrópa vilji ekki taka það gilt og vil ekki hlusta á það og ég veit ekki alveg okkur það er, ég skil það ekki alveg. Friður yrði það dýru verði keyptur að Evrópu hugnust það ekki og ég veit ekki hvað kannski vont að vera svona líkingar í svona alvarlegum málum en stundum er það þannig þegar fólk er ráðalaust að það er ekki kallað að sparka dósinni niður eftir götunni að þú ert bara að reyna að framleggja þetta og reyna í veikri vonum að einhver staðar í framtíðinni verði eitthvað tækifæri til þess að enda þetta betur en þá hörmulega hátt sem að blasi við að sé eina leiðin í dag. Já, mér finnst það alveg líkleg kenning sko hjá þér að reyna að fresta þessu að vona það að það verði allt í einhverju viðsnúningur á vígvellinu sem að muni vera Úkraínumönnum í hag. Einhverjar svoleiðis hugmyndir geta verið í gangi þarna en það bendir fátt til þess að það verði og svo náttúrulega ef að Úkraína tapar þessum 4 óblast þarna og svo Krím þá náttúrulega er þetta orðið miklu meira land sem er með Úkrænumönnum og miklu minni rússnesku minnihluti þarna inni þannig að það yrði meiri stöðuleiki en ég skil alveg Úkrænumenn og Zelensky að vilja ekki láta af hendi neitt land, ekki eins og Krímskagan var ekki neitt og það er bara Krímskagan var gefin af Krúsjov á sínum tíma, 53 eða eitthvað sem þótti ekki vera víst að vera löglega aðgerð gaf þetta bara til Úkraínu á sínum tíma þegar Sovétríkin voru til það skipti engum máli, það datt engum í hug að Sovétríkin myndu hrynja og þá skipti engum máli hvort þetta var til Úkraínu eða Rússlandi en já það getur verið að Evrópumenn séu að vona það og þeirra aðgerðir eins og til dæmis það að forsætisráðherra Bretlands og hefur haft forystu það með Coalition of the Willing þetta er náttúrulega algjörlega útilokað að gangi upp, skilur maður ekki þessa hugmynd, þessar rökin bak við þetta, nema með kenningu sem þú varst að varpa fram að þeir vilji bara að láta stríðið halda áfram í vonum að það verði staða Úkraínumanna vígvöllum batna. Herðu, Hilmar, það kemur í ljós á morgun hvort það verður eitthvað úr þessum viðræðu þarna og svo fer Trump heim. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað að lesa í það að hann sé þarna í næsta nágrenni, mér finnst það nú ólíklegt að það sé eitthvað svona plan hann gæti brugðist til Istanbúl, mér finnst það mjög ólíklegt. En það er gaman að vera að ringja til þín til Akureyrar, kannski fáum að gera það oftar því að við lifum þann tíma sem að Kymir óska engum, við lifum áhugaverða tíma og ég fæ kannski að heyri í þér breytingar í heimsmálunum. Endilega, gaman að heyri þér. Já, takk. En núna framundan er alls konar viðtöl og við erum alltaf að reyna að skilja hérna heim og ég hveti ykkur til þess að staldra við og hlusta. Við komum aftur eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is